Góðan daginn, kæru vinir og velkomnir. Við þekkjum þennan stað og vitum hvað í gangi og hvers má vænta. Þó ekki vitum við nú kannski efnið sem verður flutt, en við þekkjum Jesú og hann hefur hingað til gefið af sér frábært efni og við því ekki óvanir því að hlusta á gott efni frá honum. Og hann kærleikurinn, hann umber og umbunnar, læknar, leysir hnúta og bönd, því hann vill að ég og þú séum frjálsar manneskjur. Sé frelsið heft hjá hvort sem mér eða þér, þá það ekki af hans vilja né völdum. Því hann gaf okkur skilyrðislausan vilja til að velja sjálf og það erum við í raun og veru að gera á hverjum degi, en mætum stundum kannski athugasemdum vegna þessa frjálsa huga sem við eigum og skýran vilja Guðs að nota hann eins og við viljum. Það nefnilega málið. Þú mátt nota vilja Guðs eins og þú vilt, en vilji Guðs verður skýr fyrir þér af því að þú ert að rækta orðið, þú ert að lesa orðið, þú ert að fjalla orðið, þú ert að hugleiða orðið og þetta stillir þig saman við vilja Guðs. Við sjáum aftur að ef ég vil ekki sinna þessu, hver ætlar þá að sinna þessu fyrir mig? Hann ekki til. Hann ekki til staðar. Vegna þess að við ekki til í raun og veru. Þetta gjöf sem Drottinn gaf og hann segir, og við vitum að hann segir það, sér ekki eftir neinu. Þess vegna erum við á þeim stað að við erum dánir öllu svona sem setur einhverja hlekki á fólk. Ekki halda því fram að þetta sé ekki hægt. Það mjög auðvelt að setja bönd og hlekki á hvort sem mig eða þig. En eins og við vorum að tala áðan, þá það aldrei vilji lifandi Guðs. Því hann starfar ekki með þeim hætti og hann segir það að ég sé frjáls. Drottinn ekki með bendandi fingur, hann aldrei með neinar skipanir. Hann hefur talað og hann hefur sagt, orð mitt stendur og kennslan, gangan og allt það getur kennt mér það og bent mér á alvarleika orðsins. Hann talaði og þá stendur það þar. Ég að ná þessu? Ef ég næ þessu, þá orðið miklu meiri líkur til þess að ég beygi mig undir vilja lifandi Guðs. Miklu meiri líkur til þess. Þannig við sjáum mikilvægi þess að við ræktum samfélagið við lifandi Guð og þetta einn dagurinn í viðbót sem við fáum tækifæri til að gera einmitt þetta. Það ekkert manngreinar álit. Það eru allir jafnir. Það var allir jafnaðir rétt á að koma til Guðs, Drottins Jesús, og fá þessa þjónustu hjá honum. Kennsluna sem sagt. Og hvað? Járnið, járnið hamrar, ég man ekki hvernig þetta Hvað það að með tímanum þá vex þessi þekking ásmegin, þekking þá af réttum toga
og þú skilur betur og allvel sumir hvað vilji Guðs í raun og veru er. Hann er orð Guðs. Þar er allur vilji Guðs sem ég þarf að stíga fram í. Þetta gerir trúna mína að alvöru máli, þannig að ég hætti að vera eitthvað að leika mér með þetta, vera kærulaus með þetta, því að það er ekki í boði fyrir trúna. En ég má það, og veist af hverju, eins og við vorum að tala um áðan, ég hef frjálsan vilja, þá má ég þetta. En svo kemur viskan inn í það, og hver kveikir viskuna? Hvaðan að afl en trúin? Og hvaðan kemur trúin? Hún kom með gjöf heilags anda. Og þá fórum við að hugsa alvöru málsins, og við, mörg af okkur, kannski ekki allir, ákváðum að hafa ekki trúna í flimtingum. Og hvað skeiði? Hún komst á annan stað, var það annarri framkvæmd hjá okkur og nú að öllu leyti guðlegri framkvæmd. Er þetta hægt? Ég spyr þig. Ég held að þú svarir því bara eins og ég. Þetta er vel hægt. En er verk sem þarf að gera. Það er allt hægt. Og sum verk eru góð verk, en bara sum verk eru það. Þannig að við erum alltaf á þessum stað að velja. Og það var valið mitt og þitt líka sem ert að horfa, já, að staldra við og leyfa Drottni að tala til sín það sem hann vill tala. Og hér er ég, og hér er þú, ég er að tala og þú ert að hlusta. Þú ert að nema af því sem Drottinn vill tala til þín, því að það notast fólk til þess að bera orð sitt áfram. Núna mig, stundum þig, stundum einhvern annan, en við erum ýmist á þessum stað að tala eða við erum á þeim stað að hlusta. Þó við séum að tala og séum fær í orðinu, margir eru mjög færir í orðinu og ég þakka fyrir það fólk, að þá enginn á okkur undanskilin því að leggja við eyrun þegar orð Guðs er talað. Það mun aldrei verða með þeim hætti. Við munum alltaf þurfa að heyra þetta talað, heyra orðin með eyrunum okkar og fá þau niður í hjartan. Eins og við höfum oft talað um hér, að þá erum við búin að heyra þessar ræður aftur og bak, já ekki aftur og bak áfram, en aftur og aftur. Akkur erum við ekki orðin leið á henni? Af því að Guð er stærri en svo að það er ekki hægt að vera leiður á hann. Og það er ekki hægt að vera leiður á því sem hann er að gera. Af því að hann er svo risa stór. Og hann nærir þig hér og nú. Hann gefur þig gleði og fögnuð hér og nú. Sama hver þangi var áður, þá skal hann skilja eftir hjá þér gleði og fögnuð. Eru margir sem tala til þín þannig að þetta standi eftir? Ég veit ekki hversu heppin manneskja þú ert, því að sumir eiga mjög góða vini og það má reikna með því að þeir allavega skilja eftir einhverja sorg, en það gæti samt alveg verið. Ef við erum bara eins og við erum. En Drottinn mun aldrei koma því svo fyrir hjá þér að snefill af þessu verði eftir í hjartanu. Ef það gerist,
þá er það vegna þess að þú eða ég, við, vorum ekki að taka því rétt sem að við heyrðum. Þarna erum við komnir að risavöxnu vanda sem að fylgir okkur og er ekkert annað en undirstrikun þess að við þurfum á lifandi Guði og orði hans að halda og ekkert minna heldur en það. En erum við ekki búin að ná þessu, það er alveg ljóst. Og við getum í raun þakka fyrir það vegna þess að við erum ekki enn búin að ná því og vita það og viðurkenna það. Hvað segir það mér? Jú, ég mun halda áfram að koma inn í kirkjuna. Ég mun halda áfram að stunda samfélagið mitt. Ég mun halda áfram að vera með í því sem þar er, halda áfram að hlusta á tónlistina og ræðuna vegna þess að ég er ekki ennþá búin að ná þessu. Er ég þá svona treg manneskja? Hefur ekkert með það að gera. Hefur með það eitt að gera að viðurkenna staðreyndir. Og staðreyndin er að dagurinn, hann bara er eins og hann er. Dagurinn, Drottinn segir sjálfur daginn að hann sé vondur. Dagarnir eru vondir. Og þessir vondu dagar birta þér bara hvað sem er. Það er það sem er að hrufla þig aftur og aftur. Þú ert algjörlega andvaralaus gagnvart einhverju. En svo skalla á þér. Af því að þú ert í þessum vondu dögum. Sama hversu mikið stuð hefur verið á þér dagan og undan, að þarna dastu niður innan geðsalapa og trúin rís upp í þér og hvað segir hún? Leitað Drottins. Og þú segir hvað? Jú, ég hef ekki enn náð þessu. En þú skilaðir deginum að þér þráttur þetta þokkalega og segir við sjálfan þig kvöldið að þú sért þér ekki meðvitaður neina synd. Það er hægt að skila deginu þannig af sér. Því að þráttur allt, þráttur það að atvikið, þetta óvænt atvik, setti því í götuna innan geðsalapa, þá féllstu samt ekki þannig séð í neina synd. Og hverjum þakkaru það? Áuninni trú gegnum tíðina. Hún skilaði þér þangað. Að þrátt fyrir gerðist ekki neitt nema að þú fékkst smávegis högg á þig. Svona eru dagarnir. Svona eru dagarnir, þessir vondu dagar sem að Drottinn segir að þeir séu. Og hver sem að lifir þessu lífi, tekur ekki undir að svo sé. Og sértu trúi manneskja, þó að sé svo sem ekkert á vísan að róa með þetta ágæta trúaða fólk í afstöðu, þá má búast við því að þetta styrki það í að rækta samfélagið sitt betur vegna þess að það er ekki enn búið að ná þessu. Þetta er nefnilega alveg rosalega merkileg yfirlýsing hvort sem hún er frá mér eða þér. Við erum nefnilega ekki enn búin að ná þessu, sem segir okkur alveg skýrum stöfum, ég þarf á þessu að halda lengur. Ég hef ekki tekið prófið. Og kannski sá ég, þegar ég skall í götuna innan geðsalapa, að í raun náði ég ekki prófinu. Reynslu minnar vegna, þekkingar minnar vegna og allt það, hefði getað sagt mér það, að ég ætti að hafa varast þetta. Á hvað er þetta að benda? Veikleika minn. Og hvernig í ósköpunum ætla ég að verjast
þessum veikleika mínum. Geta það ekki. En ég geti lyft mér upp með trúna á vopni. Það er það sem ég get. Þessna segi ég hef ekki enn náð þessu. Og það er nefnilega mögnuð yfirlýsing, skal ég segja ykkur, hvort sem það er fyrir mig eða þig. Fyrir svo utan það er hún 100% sönn. Því að þetta er hinn raunverulega staða fyrir mig sem trúaða manneskju og eða þig. Og verður aldrei neitt öðruvísi. Við munum ekki fá prófskírteini sem bara segir, jæja vinur, nú ert þú bara orðin svo klár og fróður að nú getur þú bara flogið eins og fuglinn. En það mun ekki gerast. Og við getum líka að þakka fyrir það. Af hverju? Af því að það er svo rosalega skemmtilegt að hlusta á orð Guðs. Lesa úr orði Guðs og næra sig af orði Guðs og fá eitthvað nýtt úr því. Þannig ég held okkur langi ekki til þess að verða fullnuma í þessu. Ætla langar mér ekki til þess. Ég vil fá þetta. Og ég sækist eftir þessu. Og svo fyrir utan það, þetta er langur tími liðinn síðan maður uppgötaði það að maður næði þessu aldrei. Og ég er alveg sáttur við það. Ég vil heldur ganga með Guði í auðmýkt og í kærleika hans, heldur hann hafa náð einhverju sem kemur svo í ljós að ég náði ekki. Og það hef ég séð með sjálfa mig, hann er svo góður við mig. Ef ég set mig á einhvern stað sjálfur, þá er það alveg pottþétt að hann sýnir mér að ég er ekki á honum. Og þá sér maður bara aftur litla sæta konna sem segir við sjálfan sig, ég er bara ekkert búin að ná þessu, það er bara langur vegu frá. Og gera hann aftur þakklátan fyrir að hann hefur ennþá tækifæri til þess að mennta sig meira í fræðunum. Þannig að við erum alltaf að mennta okkur, elskuðu vinir mínir. Við höldum því áfram. En núna í guðlegum fræðum. En okkur vex fiskur hrygg, það er alveg rétt. Og við vitum aðeins meira heldur en var þegar við vorum bláeygir, blautir á baku eyrun, á einhverju skýi bleiku. Í rómantíkinni allri sem að uppgötvunin Guð var, hún var það hjá mér. Ekkert lítil. En svo fór þetta smátt og smátt að rjáttlast af og svo fór veruleikinn blessaður að koma. Og hann var öll dekkri og drungalegri. En veruleiki samt. Og þess vegna segi ég það að dagarnir eru vondir. Drottinn segir það sjálfur. Og þessi vondi dagur skellti mér í göttuna og við vitum alveg hvernig það gerist. Það kom eitthvað óvænt sem vorum algjörlega andvaralaus fyrir. Þetta er allt saman tel ég að Guði gert þannig séð að við sjáum hvað við þurfum. Ég segi, ég þarf meira af Guði, það er alveg ljóst. Þetta er góð uppgötvun, því lofa ég þér. Því að svona uppgötvanir þurfum við að fá margar. Þær drífa okkur áfram. Ég þarf á Jesú að halda. Ég þarf að vita meira hann. Ég þarf að lesa meira. Ég þarf að skilja orðið betur. Þetta eru uppgötvanir sem eru vel nýtilegar og gagnast trú manna best. Fyrir hvað á ég að slá mér á brjóst, berja mér á brjóst? Svaraði því, fyrir hvað? Það væri þó helst fyrir það að ég er búinn að viðurkenna
að ég þurfi á Jesú að halda. Ég er búinn að viðurkenna það að ég þarf að auðmýkja mig undir hann og hann til að hann geti reist mig upp í sér. Ég er búinn að viðurkenna þetta. Er það ekki styrkur? Væri það ekki líka þinn styrkur að fara þessa leið? Já, úr því að það er minn styrkur, já, þá geti það alveg verið þinn styrkur líka. Já, við skulum bara fara þessa leið. Við skulum bara játa okkur sigruð. Og við skulum beygja okkur í auðmýkt frammi fyrir lifandi Guði, almættinu sjálfu. Hann reisur okkur upp. Og hann sér, hann reisti okkur upp og við eigum til þessa fúsu fætur til að fara veginn sem hann lagði. Árum seinna erum við, já eins og ég er alltaf að hætta, ég er alltaf að fara. Ég veit að þú veit ekkert svoleiðis. Ég er svolítið, ég verð nú að viðurkenna að fyrir mér er þetta svakalegu galli og mér leiðist þetta. En þetta er vist bara hann gamli Konni. Hann er bara svona hann er bara þetta. En ég veit að Drottinn sér ekki eftir neinu. Og ég veit að hann elskar þennan vanstillta mann á vissan hátt. Og meira. Hann hefur getað notað. Að þessu sjáum við, hann vill nota alla. Skiptir engu máli hvernig maðurinn er, Drottinn gerir hann að því sem hann á að verða. Hann sér það sjálfur. Í heilugum anda eru öll skilyrði til að skilja allt og fá allt sem orðið er að tala. Við þurfum ekkert nema orðið. Og það er kennsla sem mér líkar afskaplega vel við að heyra. Og því að þetta er sannleikurinn. Við þurfum nákvæmlega ekkert nema orðið. Og hvaða trúaði maður, kristni maður, viðurkennir ekki þessa staðreyndir. Annað er síðan hvað hann er af þessu. Vegna þess að stunda orðið er vinna, er mikil vinna, er meiri vinna. Og jafnvel vinna sem þú þarft að leggja margt annað til hliðar fyrir þetta orð. En þú gerir það. Af því að þú ert líka búin að viðurkenna það ásamt mörgu öðru að þetta er nauðsynlegt. Þetta þarf, þetta verður að vera. Og það er. Og þú vext ásmegin í þessum skilningi að þetta er. Og hvað gerum við? Við höldum bara áfram, ekki? Það held ég að sé það sem við gerum. Ég get alveg huggaði með því að ég er ekkert að fara neitt. Ég hef oft verið að fara, en ég hef nú ekki farin enn. Og kannski ert þú líka manneskja sem ert alltaf að fara, ferð aldrei neitt. Þá segi ég nú bara, velkomin í hópinn. Þetta er aukaatriði, þetta er náttúrulega alveg skelfilega leiðilegt. Fyrir kannski hann og hana sem er með þessa hugsun. Þetta er ekkert skemmtilegt. En hvernig má venja sig að þessu, ekki spyrja mig því ég veit það ekki. Ef ég vissi það, þá væri ég búinn að venja mig á því. En ég veit það ekki. En ég þekki Jesú. Ég veit alveg hver hann er. Ég veit alveg hvað hann getur gert. Því hann hefur gert svo ótal margt fyrir mig. Og ef þú skoðar málið fyrir þig, þá sérðu, hann hefur líka gert fyrir þig alveg ótal margt. Og þegar þú ert í góðaskapinu þínu, þá ertu fyrst manneska til þess að viðurkenna það hvað hann er þér.
En svo kemur upp þessi veikleiki og hann segir eitthvað allt annað og við verðum alveg svakalega mætt og þung og þreytt og döpur. Þá kemur orðið inn í það, veistu hvað það segir? Drottinn veit af þessu. Hann er búinn að gera ráð fyrir þessu öllu. Veistu af hverju? Af því að maðurinn á sínum stað yfirgaf Guð og hann var ekki skapaður til að yfirgefa Guð en valdi það sjálfur og hvað? Það hafði sínar afleiðingar. Allur þessi veikleiki kom upp. Allar þessa fyrirstöðu kom upp. Öll þessi vonbrigði kom upp. Allar þessar hugsanir sem eru ekki góðar komu upp. Af því einu að hafa yfirgefið lifandi Guð. Drottinn gerði ráð fyrir sér sjálfum í hjartaðinu. En fyrsta manneskjan var sköpuð eins og ég, hún hafði val. Og við vitum að Adam var fylltur heilugum anda, hann var fylltur trú, hann var fylltur Guði. Fyrstu, ég veit ekki hvað hann lengi þarna að vappast með honum. Við Guði í kvöldsvalanum. Kannski áratugi, ég veit það bara ekki. En Adam var þessi eilífa vera sem átti að ganga bara með Guði og ganga. En svo komu pælingarnar, svo komu hugsanirnar. Hann bað og það er hægt að skilja það, hann bað einhverja að Drottinn sá, Guð sá sjálfur, hann kallinu leiddist alveg skelfilega. Og ég skil það bara mjög vel. Hann hafði engan til að tala við, blessaði kallinn. Og Drottinn reynir nú að klára þetta mál og lætur allar skepnurnar ganga fyrir, það er svolítið merkilegt. Og það segir þar að hann hafi ekki fundið neitt við sitt hæfi þar. Hvað var þó eftir? Skapa aðra manneskju. Og hann fékk sína eigin konu, elskaði sína konu og allt saman það, ástfangin upp fyrir haus, flaug á vængjum ástarinnar, ástfangin maður gerir það, þú veist það. Svo byrjaðu að tala saman. Og pælingarnar allar maður, wow, þar voru ekki litlar. Og veran þarna við tréð, skilningstréð, hún er þarna skottast og eitthvað geifla sig þarna og með einhverju stæla þar sennilega. Og þau fara að velta þessari veru fyrir sér. Þau fannst það svolítið spennandi. Svona eru blekkingarnar mínir kæri vinur. Það er nefnilega stundum svolítið spennandi. Það er ekki verið seinna sem það býta frá sér. Það var það sem gerðist þarna. Á einum stað þá bitu þar frá sér. Beit freistingin frá sér. Og við sitjum enn uppi með það. Í öllu þessu við vorum að tala áðan, örvæntingunni, reiðinni, gremjunni, áhyggjunum, allt kom þetta þá. Traustið til Guðs hjá okkur kristnumönnunum er svona upp og ofan, stundum lítið sem ekkert, stundum aðeins meira. Og við stökkum fram, reddum málunum, af því okkur finnst ekki ganga neitt og að stökkva fram og redda málunum er nú yfirleitt bara á áhyggjum, eða ekki? Allt saman vegna þess að parturinn sem hét Guð og heitir Guð er ekki lengur í mér það sem hann á að vera. Í mér, já. Þegar ég þekki allar þessar tilfinningar jafnvel og hver önnur manneskja sem er.
Og allt talar þetta til mín með þeim hætti að fá mig til að viðurkenna að ég er ekki ennþá búinn að ná þessu. Það er góð yfirlýsing og verður það í hvers skipti sem hún er nefnd, góð yfirlýsing. Við eigum nefnilega að tala sannleikan til okkar sjálfra og þetta er sannleikur til mín og þú segir þetta með mér fyrir þig. Þannig við erum á réttri leið svo fremi sem við erum á þessari leið að tala til okkar sjálfra orð sem segja okkur satt. Það er engin áfellisdómur fyrir mig og þig að viðurkenna það að við höfum ekki enn náð þessu. Eftir öll þessi ár og marga og mikla vinnu við að ná þessu. Því að dagurinn í dag færði okkur eitthvað sem við áttum bara aldeilis ekki von á að holdist yfir okkur, en það skeði nú samt. Og við kútveltustum jafnvel og þurftum svo jafnvel að fara að leysa einhver mál, þó við kannski ættum engan þátt í því að það gerðist, sem er allt annað mál. En það hafnaði samt á okkur og þetta var okkar úrlausnarefni og engra annara. Málið er með þetta ágæta líf okkar að það er ekkert alltaf neitt sérstaklega sanngjarnt. En stundum er það sanngjarnt og allt það. En ekki nándarnæri alltaf. Og það verður víst þannig áfram. Og hvað undirstrikar þetta? Orð Guðs. Trúna, samfélagi við lifandi Guð, samfélagi við annað trúa fólk, kirkjuna. Við höfum nefnilega ekki enn náð þessu. Og ég segi það aftur, sagði áðan, að mér finnst þetta sjálfum mögnuð yfirlýsing. Og þessi yfirlýsing, hún er búin að fylgja mér nokkuð lengi, en var mín opinberun á þetta atriði. Og ég sá að orð Guðs er daglegt verkefni. Ekki eftir dintin og dantin verkefni, heldur daglegt viðfang. Það er nú ekki alltaf í þessu, segja sumir. Ég hef alveg bara kjáttstopp þegar ég heyri þetta. Ég hef þurft að vera í þessu á hverjum einasta degi. Ég hef aldrei litið neitt smáum augum á sjálf á mig, hvað þetta var það. Og ég hef gert þetta. Ég hef sinnt þessu. Og ég að hlyti þér gott Guðs orð. Því að bæði ég og þú, við þurfum á því að halda fyrir okkur. Þannig að við erum ekkert að baki dottinn og erum ekkert að gefast neitt upp. Það tekur enginn undir það. En við erum baráttu fólk. Við erum búin að skilja það fyrir margt löngu að við þurfum að berjast jafnvel fyrir okkar trú. Einkennilega orðað, en þannig bara er það. Sjáðu Pál postula, fyrirmyndin okkar. Hann þurfti á sömu stöðum að berjast fyrir sinni trú. Og hann bað kristna mennum að biðja fyrir sér, því að trúin væri ekki allra. Og hann bað meira sig það að vondir menn sem að væri í kringum að þeir færu. Þetta segir Páll á einu stað. Og þetta er aðstæðan sem við erum í. Af hverju? Af því að dagarnir eru vondir. Og það mætir okkur alls konar. Við auðvitað viljum bara hamingju og velsæld allt saman það og það býr í manninum að vilja það. Og stundum lifar hann þetta. Þess vegna eigum við að þakka Guði fyrir það þegar vel gengur. Því að það er nú líka þannig að stundum gengur okkur alveg svakalega vel.
Meira að segja svo vel að við erum hætt að rækta lifandi samfélag okkar í lifandi Guð. Og á hvað er þetta að benda? Veikleika minn. Þannig að við förum alltaf í hring með allt. Hringurinn endar í styrk Drottins eða hann endar í mínum veikleika sem blasir við. En að því að trúin er orðið það mögnuð í manni, þá rís Kristur upp í þessum kringumstæðum. Og hvað meira? Jú, ég held áfram. Og þú heldur áfram líka. Því að þú þarft að ganga þína trú, rétt eins og ég þarf að ganga mína trú. Ég hef ekkert að gefa þannig séð þarna nema það að ég tala út orðin, en ég veit ekkert hvernig þú tekur þið. Það er ekki á minni könnu að vita það. Frekar en þú veist með mig þegar ég heyri ræðuna þína hvernig ég tek henni. Ekki svo að skilja að ég taki inn í annað en vel, ég vil ekki gera því það nú. En þú veist ekki hvernig annar manneskju líður. Hann er það nú. Hún hefur alveg svakalega fallegt andlit. En inn í henni ólgar og kraumar allt. Og enn og aftur getum við bent á Drottinn og sagt, vissulega þarf ég á honum að halda. Og vissulega ertu að segja sannleikan og ekkert nema sannleikan. En hérna er ekki komin einhver tæma á þetta. Ég held að þessi komi ágætist tíma á þetta. Og ég kveð, Konráð Rúnar Friðriksson kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og hann lætur hér staðar numið.